móti TT Junior Faceless og ég Void. ætla að drætt kamera því ég þarf að halda á þessum mic með annar hendri og það komið nokkuð picks inn á borðið. Það nokkuð þykkt teamfight komp hérna opnun frá C3XL. Það Warlock, Earthshaker, Void. Til að þetta alltaf gott að pikka mikið teamfight. Hinum meginn þið með pikka þetta inn í Silencer ávert. Silencer, Ursa og Dawnbreaker. Það svona hetju Shaker og Warlock sem vilja svona counterin í þetta en þeir mútið Silencer. Þannig að smá kannski verið að spila inn í Silencer byggi sko, ég veit það ekki. Sjáum hvað pælingur með hana. Þeir ætla að hlaða á þetta Chrono, það Jackir og næstur. En já, svona, já, þetta nú svolítið ádráttarinn að vera að segja. Silencer Dawn lukkar bara mjög næs á móti Faceless Earthshaker af því að ég meina þessi Faceless þarf svona basically að byrja fætinn nema Earthshaker segja mjög góðan leik og Dawn náttúrulega góð bara á móti öllu sem hardcommit, bara poppa niður öllu sinu, stoppar bustið þannig að og svo ertu með Silencer til að breyka svona chainið sko. You have 10 seconds left. Henda hérna You have 5 seconds left. Við erum að keppa hérna undir í kvöld, skilst mér. Snorra og Vikka, þannig að ég þakkar ykkur sem eru mætt hérna að horfa á mig. Svona setja þetta upp rétt, svona. Gott. Þetta var búin að þessu árni byrjaði leikinn, ja. Ok. Sett. Instrument, og hinnum skjónum. All right. En já, það eru senustu bönnin, Kvap tekin út og bann út Rubik og Dragonite. Gæti verið, já. Þetta nú alveg Core Dawn. Ég held að þetta já, taka Nature's Aspect sem var algjörlega ósnörtur. Já. Við erum ánægð með að vera komið zoominn hérna upp. Bara fyrir kastið, sko. Svo ég vona að fá Daniel að gefa mér dokku ef ég fyrir að það kasta leiknum hans og segja hans góður í Dota. Þannig að það vona betri tímum í tæknimálum hjá mér. En já, taka Nature's Last Pick sem já, eitthvað svona náttúrulega góð leining hetja hérna, ég veit ekki, bara góð hetja yfir höfuð, náttúrulega ein mest contested hetjan í Pro Dota. Vilja spila hann væntanlega mid. Þannig að taka Nature's inn í það sem svona opið pikkin inn í það sem þeir vilja lastpika. Taka Lúnu eða lastpik. Ok. Interesting. Og hver, já, Binsky að spila Jakiro mid. Hvað, eða hvað? Kannski þeir að mixa rólum eitthvað. Þetta mjög interesting, en ég fíla þetta Lúnu-pick svo sem, ég meina þetta bara meira teamfight og magic damage, eitthvað, nuke business, sko. Já, spurning hvað að hugsa sér að gera með þessi lane, sko. Lúna vill örugglega ekki leina með Prophet, en Void Jakiro getur örugglega leina á með því. Held að þetta sé pottet Binsky, já, ég held að Ari sé ekki að spila core. Getur verið offlane Void móti Ursa. Já, ég veit ekki alveg hvað mínu menn hvað svona pælingin en ég fíla pickinn, sko. Geta þessi Lúna svona gæti hjálpa að spila með smá tempói líka. Þannig hundurinn. Stjörnum spilar yfir í TD. Miðjumaðurinn hjá þeim.
Og Ari Örsiger, helviti öflugur, master tier, ekkert spaug sko. Og þá erum við mætt inn í leikinn. Og það byrjar smoke hjá, Are you ready? hérna, hvað þetta? Last in the nice, já. Það er smoke frá DDE, það er hérna, til Peturinn 100 spila Prophet eins og við sögðum, 7 líf á offlane breaker, Nakata spila líklega fjarka snap, RNG 5 silencer og Smokey Ursa safe lane. Það er óskaðum góð skengis inn í leiknum, fallega gert. Ekki heyrist mikið voru að setja þess að þeir eru svona frekar þétt uppi turnin sinn, sjáum hvort það verður eitthvað opnur hérna. Gæti verið spennandi ef það eru mjög konservatív á Citrix, fatta kannski að það séu með slakara leik. Smoke actually, þeir voru bara eitthvað hægir að taka við sér, ok, þeir ætla að vilja fara í eitthvað move hérna. Ég eru með slatt af spellum, sérstaklega ef Danni tekur time dilation, það gæti mögulega verið svolítið cool. En þá náttúrulega gimpar mögulega einu sér svolítið sko. Ok, sjáum til hvað gerist hérna. Gæti ná stórum spell hérna, það er bara þátt einum, það er ekki með fissure og þetta er ekki mjög gott fyrir Citrix fyrir að tanka mikinn skaða hérna. Sérstaklega að vera með enchant totem og Ari er líklega að fara að falla hérna. Sjáum hvort hann komist mögulega undan. Er þið búin með allt drastlið sitt? Já, kannski er ég bara ekkert með meira chase. Vá, þetta hefði getað farið svo mikið verð held ég fyrir bæði lið. Nei, eru að náttúrulega fýta. Já, ok. Vissi ekki hvert hann var að fara þarna. Hann hefði definitely komist undan ef hann bara valið leið. En þú veist, hann villur okkur að deyja en ég meina kannski ekki fýta first blood. Bara eða tíma hjá hennum eða eitthvað. Ok, við sjáum þetta Danni ætlar að spila Voidin á off-linu, áhugavert. Þetta er ekki, við höfum ekki séð þetta lengi. En hann er óvenjulegur spilari en Daniel. Heyrðis kannski, ég ætla aðeins að kannski lækka í mækinum eða ekki. Ég segja mér hérna hvernig voljumin er. Slightly að lækka þetta. Við sé ekki að sprengja hljóðið. Já, en kannski, já, ég veit ekki alveg, kannski er Void offlane alltaf lægi á móti hérna, veitu, Ari mitt á Seeker, ok. Jáhá. Já, Óli Stóri fyrir áhersama er Spooks, eða bara, já, þurfti að eins að nickname hann. Og Ari er að rýpa, þannig að það er smá, þetta er bara eins og þegar Robert er að stríma og hann reytir eitthvað kleppastrókur eða hvað sem hann heitir á streaminu hans. Jæja, það er 2 á Smokey. Þurfum að fá þetta heal á hérna Warlockinum sko. Það gengur svo bara vel á mitt. Ég held að hann spila ekki mikið mitt sko. Hann er aðalega held ég bara supportspilari. Bara fjarka mikið. Það er náttúrulega góð leining þetta sko. Ok. Ég er samt að tanka svolítið damage frá hundinum. Ok, RNG aðeins að skóla yfir þetta, mögulega. Svolítið hann tankar mikið damage tilbaka, missar hittinu í 7 líf. Ok, ná, killið þarna, gott, vel gert hjá Binsky og Dottlingsen. Nakata á hérna 5 snappinum. Mjög áhugavert þessi hverja þeir eru að kjósa að setja hvert sko. En já, kannski er Warlock alveg nógu góð upp að halda honum á lífi. Þetta er Warlockin, setja niður time dilation, er það náttúrulega slow one og blokka, við sjá mitt hérna og nær, oi! Lítið high ground dots fyrir Ara, samt gæti verið svolítið, er að senda núna þessi region, hann er að fara að vera svolítið sköft næstu mínútuna. Það fætt hérna fyrir lótusinnum, sjáum hvað gerist. Þetta er spennandi leikur, það er mikið í gangi. Smokey og Danni er að fara í þetta. Danni er mjög heilbrigðar samt, hann er alveg með full resources. Vilja kannski góða Nakata, en hann samt er sleipur, hann hleypur upp, byrjar að tjálnala portali, missir smá manna því. En mæti bara aftur á leinið.
Smokey made Clarity, mjög fyndið, af því að hann örugglega ekki að fara að fá neitt space til að poppa svo Clarity með fightingin sem búinn að vera hérna. Og já, Danni bara frekar mikill winner hérna í þessu laning stage. Það ekkert, þeir ekkert að ná að, þeir ekki með nóg mikið damage til að lokka niður í time leapið, þannig að hann bara chilling, held ég. Fekk nú mest út úr þessu Clarity. Það var ekki Warlock að lemja hann. Það er pulli hérna, spooky boogie. Gæti verið í Thunder Sound. Hann svolítið steppa upp hérna, Daniel bodyblockar hann, ok. Hann svolítið mikið þarf að vera bjargað þessum Warlock sínum, sko. Það er kannski aðeins að spila lengra fyrir aftan, sko. Hann er frekar fragile hetja, þessi Lock, sko. Það er ennþá að halda í við Furion, þótt fyrir að vera ítt hann alveg út tímabundið. Það er kannski eða meiri peningi regen, þannig að getur verið að Furion sé svolítið að vinna hann á networthi, sko, bara upp á það að gera. En ég minna, hann þarf bara að fá hann dagger og sín levels, þá er hann góður. Dodlingsen var komin hann aftur turnin, sá ég, og er smá að vera svona tekin í bakarið af sjölíf í last-hit-dildinni. Daniel hoppar inn út frá damage-inu á Smokey, verður svona að passa hann með 5 stakka á þessum Ursa Claws. Vandræðin er að þau fara að stakkast mikið upp, sko. Og nú setja ég Koranu 2 efstir. Fightingurinn er Binski er samt að gera vel að harassa út. Það er góðan, hann er mjög tankið samt á þessum Sekiro. En já, hundurinn langar á típiðin. Það er engin svona þægileg opnun fyrir hann á hvoru linnu. Þannig að hann er svolítið bara fastur að treyta CS við hérna Shaker sem er svona, þú veist, Shaker finnst ekkert frábært að vera harasaður með þessum sprátum, en ég meina, hann er, Furion er allavega ekki að sko vinna hinn leinin aktíft og Shakerinn er alveg að fá sitt. Þannig að ég held að Ari sé ekkert ósáttur við það endilega, sko. Það tanka ansi mikið, svona þetta topplinu svona versta leinið til dagir, sko, þar, held ég. Og aftur á gott bassina á Voidinum. Hann er að fara svona í bara frekar traditional Voidbuild, það er ekkert eitthvað max og byrjuð TP inn hérna. Ari gæti verið glandi, hætti við. Sér að ég er ekkert Rún. Rún er bot, þeir voru að berjast fyrir ekki neitt, svona. Ég er eitthvað að TP á mitt, autodirektorinn vill ekki sína mér það, hann sér hann og TT og Aron G er mættur og hann fellur hérna Ari. Já, þetta verður -1, sko. Þannig að kollapsa leinin og er ná að aktivita aðeins profitinn. Fá kill á Shakerinn, spurning hvað, já. Spurning hvað langt er ekki mikið, hann gerir ekki mikið fyrir en það er komið. Smokey eitthvað, hljóli í danna en rautt kill að fá, sko. Það er tími fyrir X-Pirún, hversu tilbúinir eru þeir að taka það? Smokey er bara eitthvað að stakka Ancientunum fyrir Ara væntanlega. Og Aron G tekur sitt shrine, er eitthvað pönni svona á sjölífa meðan. Doesn't look like it. Þannig já, Daniel tekur þetta, hérna, tekur þetta shrine, sko. X-Pirún, Smokey er aðeins, já, hann er rétt svo undan honum, en Daniel er fyrir last hits undan hann, hann er búinn að leina mjög vel hérna á þessum fyrstu Void. Hann ætlar að fara í eitthvað svona offlane Void items, ætlar að byrja á að kaupa Vanguard. Hann er eitthvað að kúka með þessum Faithless. Við fílum það. Hann ætlar að spila upp á tankið, þannig að ég myndi nú segja að þá sé hann örugglega með betra matchup á móti, sko, Dawn og Ursa mögulega líka ef hann er svona aðalega pæli að vera fyrir framann og nota time dilation. Furion átti stórt átti hérna á Binski. Fær Nature's Ready smettið og fellur á móti Aron G sem er komið nokkra stacks af. Ari er alveg döður hérna. Hundurinn fellir hann, solo kill. Og þetta er mjög scary. Að Furion er að vinna leiðinu sitt
og að fara í full greed, bara Mjölnir first og núna fellur Spooky, hann var eitthvað alltaf framalega á þessum Morlock, náttúrulega bara matur á að þeir góðan sko. Þannig að Citrix XL eru örugglega aðeins svona næja handabaki þessi núna, þeir vilja örugglega gera eitthvað move, Binski mæti mitt, ok, það er Echo í búði, hendur í niður, þeir nú dæmis sannarlega, Nagata næri ekkert að bjargunum, þannig að nice rotation frá Binski á miðuna, lætur Luna bara vera einn að forma á meðan hann fyrir að drepur fjöruninn. Mjög gott og það er bara nokkuð jafn netvorðina þrátt fyrir aðeins meiri séu, ég ætla að setja netvorðið þannig, vissalni er það? Þetta er eitthvað skutið. Það góð inn á bot. Svona, já, það er rétt. Það er saman þetta, Danni er bara næsta eftir það. Silence á Dotta, hann nær bara botinu en aðeins svo mikið skaði og fjörun mætir í clean-upið. Gott kill á Lúnuna sem að er svona, hún er up there, hún er jafnförmu og hérna Örsan basically. Nú ætlum við að fara á Spooky stakka Ancients. Þessi lið eru bæði held ég séu 1-1 og 2-1 eða eitthvað. Eru þið bæði 1-1? Þetta ég get nú fundið út úr þessu fyrir ykkur minn. Sjá. Ég var með þetta opið bara rétt á hann. Sko, liðinn 0-1 Citrix XL og 0-1. Já, það eru bæði 0-1. Ég misti hérna okkur í double-killi, ja. Danni mættur, hann er með ulti. Fætt á 2 hérna. Og hérna við, Ari er með K, en þetta er hvað jump, sko. Já, það er að taka þetta alltaf. Ari var ekki með spila hana. Held, sko, nema að sé ekki búið upp þetta fyrir... Já, betur það er ekki búið aft þetta fyrir... Jú, nei, ok. Þeir eru báðir búin að spila 1 leik og báðir hafa setið og tapað honum og sátu hjá setni seríuna. Þannig að 0-1 báðir. Eftir að pikka upp sinn fyrsta sigur hérna. En já, eins og ég segi, sátu sannlega frá fyrstu 2 umferðinnar. Sátu bæði hjá eina umferð á fyrstu 2. Anyways, já. Þetta eru aðeins búin að ná að kötta á fá smá lítina frá þessu senasta engagementi en blinkdagarinn er að koma núna hjá Sigurd þannig að það er aðaldæmi sem að þeir munu vilja spila kringum. Danni er hérna á mid, hann er með full resources, hann er til í að fæta, hann vantar eitthvað með sér, það er rock á þessum Warlock. Þeir eru allir að kollapsa á mid, Arongi tekur upp Arcane hún en það er ekkert Global Suns þannig að þetta er mjög góður tími til að fæta ef þeir finna eitthvað target. Direktorinn vill sjá Danna, hann veit að hann er líkill maður hérna. Við jumpar inn Ari, ok. Fá bara ekkaðinu. Ok, Danni vill eitthvað meira. Er bara að time delationa og gera ekki neitt. Smúki mættur, ok, nær. Fínu dæmi á hann, kemur góli en hundurinn er svona í bak, lemja. Danni hoppar á hundin, veit sem ekki alveg hvað hann sjá hvað þetta er svolítið mikið áreikstundina hjá Citrix mönnum en Danni verðist alltaf að komast út. Já, þeir eru búnir að nota Echoðu sko, þá held ég að gamanið hafi þessu verið búið. Nú, fóðu að sjá hvað Daniel getur gert hérna. Úi, nice. Þetta var haldið nice. Já, fjörinn getur chase hann, ég held að hann komist alveg í burtu sko. Hoppa aftur. Já. Veitu, er hann að fara að falla núna? Hann er með, nei, hann er góður maður. Þetta er þvílíkur 3 position void hérna, hann er að eyða tímanum hjá öllu óvinarliðinu sko. Meðan Luna bara að leika sér inn í út sko. En þeir eru sannarlega búin að missa nettorðið frá sér, Citrix XL, þeir
ná engu mikilvægan í rauninni. Þurfa svolítið að byrja á stóru spilunum. Já, Warlock og Kiro eru bara svona follow-up kallar í þessum leik eða follow-up á counter initiate. Þannig að refsa Ara hérna, hann þarf eiginlega að passa sig, sko. Þetta er mikið damage. Ok, þannig jumpar inn, þeir eiga eitthvað að spila. Bara passa, oh my god, Ari. Jesus, Pétur. Ok. Ekkert samt öll default anna, eru bara lemjandi döða. Og hann er svo tanky samt, hann ekki með silenceið. Hann er að lemja frá sér, Hann fær 2 kill á báðum bóltana. Ari er samt hérna á hliðalínunni, en hann treysti sig ekki til að go inn. Vilja meira dót. Þetta er svo mikið damage. Oj, hvað þetta er leiðilegt. Örsika bara kemst ekki inn í fætinn. Þetta er náttúrulega típið inn á X-björunni. Guð minn almáttur. Þeir eru alveg að missa þetta frá sér núna. Sittur ekki svo eldmenn. Þeir verða að fá góðan fætt. Næst. Annars verður þetta bara bakfóturinn, sko. Hér er einhvern veginn ekki að ná að taka góðan fætt með öllum öltinu sinum. Þeir myndu örugglega vera með yfirhundina ef þeir fá að kasta út Rock, Echo, Macropyre, bara, þú veist, þrjúa þessum öltum saman. Það ætti að drepa hverja sem eru klompaðir saman, sko, en bara er ekki gerast. Supportanir eru að falla freka mikið á móti Furionum. Ursan er eiginlega ekki komin í leikinn, þetta er bara Furionin að taka slæginn eins og er. Og hann er bara hæsturinn eftir. Og hann er ennþá killable og ef þeir fá hann einhvern veginn ná að drepa hann með bara droppa nokkrum öllum á hann, þá fá þeir mjög mikinn penning tilbaka, þannig að það er allt hægt, sko. Þannig að það var í Radiance, ok, þetta er alveg þrista og void build, sko. Hún vill fá mist sem átti 4 og Ursu. Það er bara góð hugmynd. En það er einhverju stakkar í það, ég veit ekki, þú veist. Já, kannski bara Luna takið á. Já, hún er með items, hún getur gert það. Það mun kannski snúa svolítið Rose-fætinn, af því að Ursa vill taka hana Rose at some point. Setur ekki svolítið með mjög sterkt fætt inn í pitinum, en þeir þurfa að vita að það sé í gangi. Og þá er spurning hvort að Furion sé að fara að splitpusha eitthvað forsa í sundur. Það er pása, lagpása. Hvað segir chatið leik? Hvað er annarkvort liðið sigurstranglara? Hvað finnst ykkur nickname mín á Citrixall? Óli Stóri. Den Störi. By the way, ef að þú ert með in-game pronoun, þá kemur það alltaf í staðin fyrir þessu nicknames, þannig að bara endilega stilla pronounin ykkar og lendi ekki þessu. Gold and sweet. Jæja. Við farum bara í gangi núna. Citrixall ekkert, þú veist, allt er lagið fyrir það. Þeir eru með frekar greedy line-up sem í rauninni, sko. Það er góð hérna, byrju, hvað finna þeir? Rekturinn vil ekki sýna mér hvað er í gangi það. Kutsu Rondo segir Citrixall þurfa bara 1 tímafæll að komast aftur inn í leikinn. Já, ég held að það sé rétt. En þeir verða að fá hann, ef þeir fá hann ekki núna, þá getur þetta orðið smá rough eða fara að koma einhver svona aura items og drasl. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom Og tower náttúrulega has Aegis-in er aðal counterið á þetta teamfight dót, sko. Það er smoke, ok. Eru Citrixall tilbúnir ef að fyrir Diego, það er spurningin. Þeir verða að vera svolítið samstiga, með ekki vera að koma einn og einn inn í fætinn og það er blinkar að Ursu. Já, Ari nægur ekki náð sér, þetta er gott.
Þannig að þeir farma bara eitthvað ancient svona. Ég sá ekki alveg hvort að stakkinu var farin eða ekki. Þeir voru náttúrulega alltaf seinir að taka þessar ancient stakka sko. Vilja góðin að Smokey spólugræður í að jumpa ara. Dire's middle tower is under attack. Þannig bara tekinn slow að farma þetta reyðið sitt. Þetta að farma svona staðar endar Lún og Void. En ok, ég veit ekki, kannski eru að beita eitthvað. Það fínt bara að fá eitthvað tier 1 fyrir þeim sko. Það myndi mappið aðeins opnast fyrir þeim. Ekki alveg að hættulegt að sína sig sko. Já, Lúna fyrir Axe, ok. Það líka bara... Það bara cool hugmynd. Það náttúrulega sinnir þessu mjög vel með Voidinum og bara meira burst inn í hennan teamfight kombo þeirra. Radiant's top tower is under attack. Þá ætti nú að vera fóki í flest skjól fyrir þann sem lendir í krónóinu. Jafnvel þá komið Dawnbreaker alltaf hana, sko. Ok, það Smoke. Supportanir og Void og Ari, ok. En hvert allavega að fara? Það engar hittur hérna bot-side nema U4. Þetta er í ancientanum litlu. En þið þurfa svolítið að lesa það og hlaupa beint í hann eða allan á hannum. Þannig með ykkur hugmynd mögulega, nei. Hann segir ykkur þarf að púsa leinu. Það sýnir sig. Þetta eru kannski eitthvað aðeins og varir sig. Þeir eru hann að mætti topp eitthvað. Þeir eru í portalin, ok, áhugavert. Já, sjá ykkur hittur á leinu. Kannski vilja ég bara fæta þá. Þetta er Silencer og Ursa. Ef þeir geta drepið Silencerinn, þá er það huge. Það er að koma Tormentor. Þetta er actually mjög næst tímasetning til að vera mættingað. TD veit að Tormentorinn kemur bráðum, þannig að þeir vilja, ok, þeir eru að mæta allir. Sjá Smokey núna, þeir verða samt að segja bara blinkið hans. Stun og fog. Halló? Ó nei, þeir náðu Silencerinu. Gátu þeir ekki byrjað þetta aðeins betur. Tímur ekkoið. Ok, Smokey bellurinn hundurinn er bara að smyrja. Þannig bætakar. Þetta er að mætin í fætin. Er Lúna á svæðinu? Byrju, Lúna er að mæta líka. Spooky típjar út. Eitthvað smá forsa. Smá forsa, sko. Það... Já, ég veit ekki. Gátu þeir ekki bara að æspaða... Sáu þeir ekki Örsu eða, þú veist... Þeir þurftu að æspaða eitthvað og drepa eitthvað, sko. Það bara... Eða, æspaða bara stönna, bara drepa eitthvað, sko. Drepa Silencerinn helst. Ég meina, þeir náðu að opna hann, en hann bara ítt á R. Og liði eins og með honum. Veit ég, kannski föttur ekki að þeir væri svona margir hann eða eitthvað. Ég held að það væri bara eitt Silencer. Þetta var mjög slæmt fyrir... Ok, Smokey går inn, býtu. Lúna er tanki. En þannig kemur Furionin, hann gæti verið klandið hann á Quelling. Það var Björg, save, æspæður ofta fyrir maður. Hann fellur, hvað þetta er leiðilegt. Ekkert punish, sjölíf mættur og hann er bara að drepa. Vá, ok. Það er molnun hjá Setur XL. Og fleiri þegar. Eru menn ekki með típi í rétti, eða hvað er að frétta hérna? Hann er fyrir top. Það er beðið eftir fætinum, sko. Hinum eina sanna. Draumaprinsinn. Þá mætir coachinn í Twitch-chat, sko. Á yfir stundir. Já, það er sannlega lítið að fá frá þessum Prophet, hann er ekki að gefa mikil færi á sér. Þetta er fyrsti leikurinn, Snorri. Og lítur ansi vel út fyrir TD þessa stundina. Ennþá eftir að sjá þetta teamfight kombo hjá C3XL mönnum. Þeir eru aðeins búin að vera að fumbla þessi initiate, voru með gott færi á þann hjá Tormentorunum, en bara köstuðu bara spelunum villust eða sett ekki ward eða eitthvað. Ég vil setja bara á þeirra point of view. Þetta lúkka eins og fullkomlega free fight, sko. Þeir hefðu bara byrjað á stönna eitthvað. Stönnunum Silencer sem lappaði upp í ginni eða. Ok, maður má vist ekki dvelja í fortíðinni of.
kemur hann að fæta til hann og Luna og Axi rétt og komið. Þetta 400 í það. En já, þetta execution þarf að vera aðeins meira crispy að þeim. Þú veist, þetta eru alveg winnable fightar sko, bara 100%. En supportanir lukka mjög lost fyrir sétur ekki sæl. Einhvern veginn, hvort ég, þú veist, af því að í rauninni sko getur til dæmis Warlock ætti örugglega bara Rock alltaf að byrja fætin eða eitthvað sko, þeir verða, þú veist, það getur ekki verið bæði sko Warlock og Shaker að byrja eftir að einhver annar byrja eftir að koma inn svona second go. Því þá eru þið bara að fara að bíða og vera silencer sko. Já, þannig að þú veist, bara rocka eitthvað sem þú finnur sko. Ég meina, það er meira valjú að nota hennan Meteor og drepa eitthvað, skilur, heldur en að vera með hann bara off cooldown eitthvað. Ger ekki neitt sko. Ok, núna ætti Luna Axi að vera komið. Myndi vilja sjá, setur við þetta bara núna bara í spint í smoke og force a fight ykkur stær í kringum riverið og blokka Rósinn. Því Rose mun koma næst. Það, þú veist, það er össa á móti ykkur sko. Ok, Nagata er eitthvað fíblastina, það er bara að drepa hann. Það er að spila ógeðslega langt aftur. Af einhverjum ástæðum. Ef þeir bara vissu að þetta eru bara 3 gæjar, þú veist, þeir eru með ógeðslega mikið teamfight, sko, bara you can kill this snapfire, sko. Hún er með 6,7k. En ok, þetta er eitthvað slow gaming hérna. Þú veist að, já, þetta er ósfætt ennþá, en já, kannski að þetta þetta teamfight business, sko. Hún er með það mitturinn. Radiance Voidinn að fara að koma. Þetta breyti einhverju en þú veist, ég veit ekki, þetta er bara svona item sem mann þarf að breyta build sitt. Þú veist, þetta er ekki aðal dæmi sem fætum er bara hvort þið náðu að kasta pelunum sitt með ekki. Þú veist, ef að næra að setja nýju gott chrono og liða hans follower, það bara munir vinna fætin sko, saman hvort það sem er Radiance eða ekki. Ég held að það sem er alveg fake no damage sko. Ok, Rósin er byrjað, nú og þeir skanna þetta, þeir þurfa að mæta í þetta er mjög mikilvægt að þeir contesta þetta. Þeir eru mjög late. Ok, þeir eru að mæta núna. Sjá hvað setur. Nagata poppar smokinu, mjög vel gert hjá hann. Danny jumpar inn, ok, nice jump. Beitar silenceið. Ég reyna að klára Rósin. Rósin fellur, Sully fær eitt sinn, ok, Danny á hopp út. Kemst út, ok, mikið damage. Dottir samt er bara pakka. Nánir össinu sem gott, Ari poppar ekkoinu. Nagata jumpar inn, Danny fyrir low. Hún sittur með eitthvað gott þannig. Hvar er hundurinn? Hundurinn er eitthvað staðar bara í óli eitthvað staðar, ég veit ekki hvað hann er. Jú, hann er bara base, ok? Bara liðum og fæta. Hann hefur virkilega verið góðar af einhvern spöllum og kýpja heim. Ok, þetta hefði ekki verið mun verra, segjum það. Ari. Ég slóið maður. Clean-upið hjá hundinum maður, wow. Já, þetta var heldur gott allt á Rósin sko, pick-up edge-inn núna. Ég meina, þeir voru bara ekki nógu repti til að fara inn á Rósfight, þeir voru of seinir. Þú veist, einhvern veginn náðu þeir að reyla bara með þessu suicide jumpi á Danna sem er náðu einhvern veginn að eiga eitthvað fight, sko. Menn eru bara aðeins sleeping hérna á hvað er að gerast í leiknum á setur ekki þetta, sko. Þú veist, já. Það gengur ekki að vera bara hlaupið hringi sín megin með ána, sko. Þegar það er ósann á borðinu.
It will be a ruin long Við sjáum allavega hvað, þú veist, hvers megnugur þessi teamfight þeir ná að sitja allt rastlið niður. Hundurinn týpir hann inn á Dodlingsen og tekur svo til damage á honum. Hann lúkkar eins og hann bara solokarja þennan á Furion, sko. En já, þú veist, það alveg strategið að bara fara leit með þessi dire line-up, sko. Þessar heitur scale allar bara insanely vel. Við prófa hérna, það kemur samt, það lukkar ekki vel. Já, ok, þetta það sem gerist. Þannig mæti núna, hann komið Radiance. Vil ég gera eitthvað núna? Ok, þeir eru með Chrono og Lúnu allt í... Nei, en til því bara farið. Það ekkert í búið hérna. Og þessi Silencer, sko, þetta svo ógeðslega rough að vera að spila þetta teamfight comp inn í Silencer. Þú veist, þetta væri örugglega svona 5 sinnum viðallega ef það væri ekki Global Sense á móti þér. Þú veist, vildi ekki bara vera að spila út fucking Viper á móti Silencer, bara PPU eitrið. Sko, það Sölvi ekki að horfa hann að streama þér. Hvert sem að einhver minnist á Viper, þá kemur hann með setningunum sinni, sko. En já, Citrix Copium er komið í tankana, hérna 24K og 29 mínútum ekki það mikið advantage. Bara smá erfiðleikur. Ok, það smoke. Þetta líst mér á. Rel 12. Að fara eitthvert. Ég veit ekkert hver sáu þetta eitthvað. Það er góðan að kata. Ok, hjartið mættur inn. Aftur það 7 líf. Það gíka mörg varti hérna í gangi. Ok, 7 líf bara falla. Hann að ná að lemja inn í Chrono, actually. En Silence á hana, ok. Hvað er Hundurinn? Hundurinn fellur, ok. Geggjaði fight. Ég hef sittur ekki að segja. Þeir ná að drepa alla. Perfect fucking setup fyrir þá. Holy shit. Bergur að passa ódí ekki. Hvað byrð þið? Er þetta ekki family friendly stream eða? Ég veit ekki alveg hvað in reference to what þetta var, sko, en alltaf leið. Herru, big hype hérna, hype train fyrir Citrix XL. Þeir ná að íta alla spilana sína í röð. Já, jú, náttúrulega. Við sjáum þetta var bara, þú veist, þetta var bara nákvæmlega sem þurfti. Smá, hérna, kopjum inntaka. Allt sem þið þurftu. Og svo, eru þeir að byggja eitthvað? Eru þeir með 2 forstafi á? Á 12 ára. Ok, Danni kom með item. Alltaf Sivas. Já, mér líst vel á þetta. Og alltaf Furion er mjög góð hetja, en þú veist, hann er ekkert með neitt þannig dót til að setja upp fyrir sig í þennan leik, sko. Þannig að ef þeir komast bara ón á hann og kasta bara spellum á hann, þá þú veist, hann mun deyja, hann mun vera bassaður og stunnaður í feysið. Vera ekki í formenn Chrono mútið Danna til hás, sko. Það er tall order, Mr. Captain, sko. Ég held að þú getur sagt það margoft og, þú veist, hann mun ekki breyta útkominni, sko. Þessi maður ætlaði að draga þetta lið yfir línuna, sko, öskrandi og grátandi ef þess þarf. Línan er bara að skila vel, hún er top network fyrra liði, það er bara svo Furion sem er ennþá pulling ahead alveg bara 7K. Já, 7K af 20K á Furion sem er ekki slæmt. Já, allt er hægt með
mörgum tímfættspælum herri. Undurinn góar hérna, býttu nú við og Dodri Kvandri. Nei, hann stindur. Ok. Það var líklega ekki hægt að bjarga honum, en nota global. Ok, getur verið eitthvað. Þessi leikur að fara rosa mikið trade. Eitthvað svona spell cooldown trade. Þetta skiptir máli hvenær Chrono notað. Hvenær global notað. Meira ofbeldi, já, ég sammála því. Það eitthvað sem við viljum allir. Öll hérna, við viljum öll meira ofbeldi á streaminu. Daniel, veit ekki, hann bara keypti sér ekki wand, eða seldan wandir sinn, eða þú veist, fyrir eitthvað awkward item inventory. Þá að segja, að karja liðið sitt, sko. Það var fínt fyrir að setja að fá 1 tower, sko. Svolítið mikið Furion map control dæmi í gangi hérna. Þessi towerar munu, þú veist, þeir munu gefa gull eins lengi og lengurinn fer, sko. Gæti verið fætt hérna, gæti verið fætt. Rokkaðan bara, gólum það bara, man. Come on, man up. Forstafi gæinn alvöru. Þetta er real, what? Oh my god, oh my god. Fucking Warlockinn forstafi gæinn út, sko, yikes. Það þróið óstöðandi hjá Sigþór eitthvað sko. Verðum meðlega svo að replaya, sko. Þetta var wild. Ef það sem gerðist. Ég held að það sem gerðist. Kom að horfa á þetta. Nei, ok. Ég held að hann hefði forstafa óvinna silenceinn út. En samt að það voru 2 forstafs. Er það... Já, ok, þeir eru 2. Ok, það eru 4 forstafar á... Hann er góðar hérna... Forstafar, ok. Ok, ég hættur að glöma, Hvað er að gera þetta? Ok... Sorry chat og sorry teams, ég mistaði okkur smá, ég taka turnin en það virðist vera ekkert meira. Ok, still in. Næsti Rós, hvenær er hann? Eftir 1,5. 2, staflega. Menn mættu nú vera aðeins meira ambitious á þessu support buildi, sko. Er enginn að queue upp Axe en það er bara Glimmer Force. Me by Glimmer Force. Glimmer Force. Skænir eru alveg með peninga, sko. Eða allavega þessi Warlock með peninga. Já, kannski smá erfitt þegar þú ert alltaf bara standandi í miðju fucking teamfightinum að vera lamin af Furion. Ok, skal hætta að blema. Anyways. Smokar Ursa, Brönnbrjólar, vill fá juicy support. Já, það er líka bara nota enga itemum til að komast undan að gaman, sko. Og aðri fellur, það er, þú veist, sama hvað gerist, þá er hægt að þróa 1000 meira tilbaka. Það setur ekki svolítið motto, sko. Þannig að grunar eitthvað að séu með vision hérna. Það var flott að kaupa Ghost og Forstaf, sko, en það verður líka ít á það. Ít á gólumin líka, þegar óvinnir eru nálægir, sko. Það borgar því alveg, sko. Það er ekki eins og þú þurfa að cancela einhverju hóli með þessu rockdroppi, sko, bara maður bara ít á það. Hann getur labbað. Ok, þetta er ennþá doable hérna fyrir Sigþór sæll. Ég eru ekki búin að missa Rax, ég eru ennþá með alla þessi spella sína. Þeir munu ekki að kontesta þetta eins og það. Ég er svona að íta þeim það langt inn í sitt eigið base að þessi Rós er completely frýr. Það er bara að díla það. Það eru 2 líf á hérna Nexus. Sem er komið með, nei, Satanic, hann er basically 6-slótaður.
Þannig að þetta verður örugglega erfiðasti fætinn í leiknum núna. Það er Furion sem er 11k yfir Carrionirum með Aegis á móti þér. Kerfi 3, já. Mitt. Ég bara þykist að ég viti hvað það er, sko. Daniel búinn að vera með þetta sama ótt í einvitringinu síðan hann vann sem þetta fætinn sem var fyrir svona 15 mínútum. Ok, hann er eitthvað að gera eitthvað shit hérna. Fyrst að lemja. Það var glóbalar, já, what? Ég heyrði bara ekki glóbalar. Ja, þurfum þarna. Nota glóbal fyrir, hann á bæ. Hann á bæ, sko, hann á fullt af pening, þeir geta þykjað á fætt. Þetta var kerfið 3, já, unnit. Áhugavert. Ég var sko ekki að vinna með svona aðferðarfræði þegar ég var að coacha Axel Avengers. Ok, það er bæ. En þeir verða að gera eitthvað shit ef að bæið á að gera eitthvað, sko. Guys, come on, man. Getið þið kasta spelum á það, halda þeim á næðist að Hoiting getur komið inn. Jump, ok. Kemur Womberger á því. Þeir eru ná að fella fyrsta lífið. Já, fyrsta lífið down. Ok, jump in frá Ara. Þeir eru ekki að helvita mikið damage þarna. Akkurat að down líka, 100 mætir aftur sann. Smokey brjálaður. Bæ frá lúnunni mjöl. Nei, þetta er 16. Ég har 2 bæið búið. Ok, Bynski eitthvað að fylgast þarna. Á hliðinni. Ég veit ekki hvað er að gera í þessum Natures núna. Þessi second Aegis Satanic er bara, þú veist, maðurinn er hérna bara mættur að, já, íta þeim bara inn í fontan, sko. Þetta sé ekki svona, hann með 3000, ok, þetta sé ekki svona 8000 damage sem þú ætti að gera að drepa, þú veist, gera á hann til að drepa hann, nema hún að chainlocka hann niður einhvern veginn af því hann lifestealar aftur í nokkrum hitum. Ég held að þú eru svona 8000 damage til að drepa hann. Það er aðeins mikið að dispone, sko. Það bara er enginn að hjálpa þarna með þessi initiate, sko. Það eru allir bara eitthvað að bíða. Need initiator, please. Já, ég held að þetta er kóla þetta, sko. Það er, þú ert ekkert að fara að kompaka þetta, sko. Þó að maður sé eitthvað Dota-spilar eitthvað never give up dæmi, sko. Bara go next. Go next, boys. Þetta er bara eins og MC Guði sagði, feitt pæling sem gengur upp. Já, ég er mjög spenntur að sjá kerfi 4, sko. Ég er faktisk búinn að bíða eftir því bara allan dag, sko. Nefnir annað, taka 1 fight áður en við tapar leiknum. Dire's middle tower is under attack. One more fight, guys. We can do it. We can do it, put your back into it. We can do it. Sjúklega næs mótt á þessari lúnu. Ég sé það. Já. Ok, TT. Go end. Dun 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 dun. Já, Natures bara TP inn í miðuna, flott. Þetta er Vinki. Ok, nota að spela, hann kemur. Wow, bara ekki hakkar hann maður, jæks. Ó, þetta er ekki. Nota allir speluna, guys, it's over. Það eru menn eitthvað, við kíkja á máluna, það er eitthvað líka. Digi, go next. Go next, boys. TD Junior Victory. Það er já.
sem ég ætla að kalla Good Luck Have Fun. Svo þetta setjum það, en leikur 2 er að byrja. Eru menn ekki mættir í lobby, for real. Þetta er allt baka. Herru, við hendum í setja pásu, ég þarf að gera lobby á eitthvað. 1-0 fyrir TD, vonum að setja ná að klóra eitthvað comeback í game 2. Sjáum sem smá. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 열렸다. 잠깐만 뛰어, 저 멀리서도 oh my gosh, 그런 생각 you're my crush. 손은 육처럼 거기 앉아서 기댄 것만 같지만 네 모든 게 내 맘에 달라붙어 보여 boy. We may need
I'm so pretty in your head, boy, yeah. Picking flowers, put them right behind my ear. Eyes catch you daydreaming. Look at the signs, love is advertised. Feel the caffeine, kick it in, episodic, visionary. Hit it like a mansion. Don't use the recycled lines. Am I messing with you? We're falling for you, falling for you. But I'm not the one. Falling for you, loving with you. Taking up a good rush, don't try to fight it. Every day's a bit nice in your eyes. I always come in hardcore. I love it to the day I'm bored. Taking up a new rush, I can't deny it. Turning your hellos into goodbyes. I always come in hardcore. Love to the end of the road, and I tend to get bored. Better, always up for something better, the better. I just wanna feel the way I felt the day with me. I keep falling for the feeling, but the feeling finds a way to go away. So tell me where it goes out of my body. Where's the pretty in my head? Keep picking flowers, babe. I should've said it before I got bored. I was messing with you, we're falling for you, falling for you. But I'm not the one. Falling for you, loving with you. Taking up a good rush, don't try to fight it. Every day's a bit nice in your eyes. I always come in hardcore. I love it to the day I'm bored. Taking up a new rush, I can't deny it. Turning your hellos into Já, góð kvöldið. I always come in hardcore. Love to the end of the road, and I tend to get bored. Dire team ban. Hvernig verkar það? You have 10 seconds left. Já, ok. You have 5 Ég hann byrjað seconds að left. segja. Ok. Förum það aftur. Ok, halló, velkomin aftur. Velkomin Kókastir, velkomin Ægir. Radiant team ban. Radiant team Takk fyrir það, Bergur. Gaman að fá að kasta, loksins aftur. Já, Komum svolítið síðan. ég mitt, komið allt á land síðan, sko. Varstu að fylgjast með Game 1? Nei, það er sem sagt, liðið mitt er líka að spila í augnablikinu. En You have 5 ég held Þú að á sá bekknum? leikur fara að klárast. Já, ég sem sagt Damn. puttabraut mig í vikunni, Ó, þannig að já, já, það er vera. ég var svona að hugsa að þetta er bara litli fingurinn á vinstri, þannig að ok, kannski get ég, en það er búið að teipa hann saman við baugfingurinn, þannig að það er bara svona, ok, nei, Já, shit. það gengur ekki. Þess að þetta er ekkert eitthvað hrikalegt, ég verður vonandi komin úr þessu á fimmtudaginn, vonandi, Já, ok. 5 seconds en left. já, Já, ekki alveg fær til að vera Mighty Official. nei, Hvað byrju, hvernig gengur þetta, þessar hina serjur? Þetta er, það eru, maður sjá, hvað er liðin, byrju, hvort eru þið að spila á Veit ekki, móti kraftaköllunum eða TSR? kraftaköllunum. Já, ok. Þannig að leikur 2 er í gangi núna og kraftakallan er raunar leik 1 og ég held að sé að fara að klára leik 2 Já, ok. núna. Damn. Já, það er feit úr segja hérna. Já, það er vera maður. Já, það er ekki nóg gott. Jæja, You en have 10 seconds left. svona verður stundum. Maður sjá, byrju, ég held að fara live You have aftur. 5 seconds left. Dire Já, við erum team komið með ban. opnabygginina. Það er Shittrexall taka Dawnbreaker og TDA svara með Snap. Þannig að já, svona fyrir standard opening, myndi ég segja. Já, segir bara mjög lítið. You have Já. 10 seconds left. Silence er úti, já. Counter Báðar You setur. have 5 seconds left. En já, mjög Einmitt. skrítið, sko, í senasta leik, svona aðal issue sem ég sá hjá Shittrexall var að þeir pikkuðu bara svona geðveitt heavy teamfight komp inn í Silencer. Já, var það málið?
Já, þannig að Sá er, TD opnuðu Silence bara first pick og svo fóru þeir bara í eitthvað Void, Shaker, Jakiro, Warlock eitthvað. You have 10 Já. seconds left. ég nefnilega sá að þeir fóru í You eitthvað have 5 seconds left. mjög funky líka lið og ég myndi eitthvað Luna Void saman, ég bara, Já. hvernig virkar þetta? Já, ég var alveg fan af þessu þetta offlane Void bara eitthvað, hann var að spila mjög vel á Faceless, sko. Og þetta var eitthvað svona líka því hann fór í frekar early acts á lúninu og svona. Mm. Þannig það var svona stratti lúkaði alveg svona frekar thought out, sko, en mér var svo skrítið að forseta inn í Radiant team óvinir opna Silencer, viltu ekki bara fara í eitthvað annað einhverja aðra línu með draftið, sko, heldur en þetta. Já, ég skil þig. Svona lukkaði smá eins og svona, ok, töluðum þetta í príkjemu, öllum pikka þessi eftir, þannig að 10 seconds left. bara gerum það. Radiant team pick. Já, það er kannski ekki alveg nóg gott. Nei, en enginn sælir í þessum, þannig að það verður eitthvað annað á bóstólunum. Já, En þessi Furion ennþá inni, hann fór nú helvið illa með þá. já, ég myndi á hann líka bara last picker, var það ekki? 10 Jú. seconds left. Já, Og fifth pick er frá þeim, sko. Og You have 5 seconds left. þeir höfðu, Dire team pick. já, þeir lastpickuðu Lúnu. Þessi líka bara ógeðslega erfitt að counterpicka en Furion Dire team pick. svona overall í leiknum, finnst mér, eins og hann er spilað núna, sko. Radiant já, maður þarf eiginlega bara eitthvað svona outplay hann finnst mér. Já, Þetta er ekkert eitthvað standard, þú vilja bara anti-mate búið Stone Spirit og Já. breytir hann í kjarnorkusprengju. einmitt. Það er líka bara þetta, hann er alltaf Þarna einhvern veginn- Hvað segirðu? Ég myndi að þetta séu svona, bæði leginn komið svona tvær góðar hetjur á móti Furion, þá Weaver og Spirit Breaker. 5 Já, seconds left. honestly, sko. Sérstaklega Spirit Breaker ef hann er eitthvað split pussi, náttúrulega, klassist. Þannig kemur En, Smokey Wraith Kingin, gamall góður. Ég svona velti fyrir mig líka, þeir voru að rönna eitthvað öðru í þessi rólum á C3 Rexall. Dire team pick. Því að já, Ari var að spila mid, ég held að hann var alltaf að spila basically fjarka, eða sem spila alltaf fjarka í rangt. Og ég meina, hann er alveg góður að segja, en svona bara, veit ekki, oft óþægilegt að fara eitthvað að spila mid allt í einu. You have Yeah, I 10 missed. seconds left. Og Binski hefur nú alltaf eiginlega að spila mid í þessum competitive leikjum svona, Dire team ban. fyrst mér alltaf í síðustu seasonum, sko, og líka bara í byrjun á þessum móti, þannig að en já, ok, taka lifestealerinn á móti Wraith King Centaur, það er lúkka nú alveg freka vel, sko. en það er líka inn á móti Weaver, ekki skemmtilegasta hittin til að spila 10 seconds left. sem Nei. lifestealer, en það er náttúrulega alveg samt gott lockdown fyrir Weaverinn You have utan 5 seconds left. hann, Spirit Breaker, Venge og Dawn. Já, Dawn svona lala. ég veit, þeir eru með eitthvað Þannig. slens á mótunum allavega. Mm. Veit ég alveg Radiant team Veit ég ban. alveg hvert þessi Weaver, þú veist, hann hlýtur að vera fjarki eða eitthvað. Já, ætli það ekki. Þú Það er veist, svo Centaur er Wraith King og definitely að fara, Centaur. já, þú veist, mér líður svo Wraith King og Centaur sé alltaf offlane og safelane. Mm. Og þú You veist, have 10 seconds jú, left. ef þetta væri ekki, ef þetta væri Nakata að spila mitt, þá myndi ég segja, ok, Snappa er fyrir mitt, en þetta er hundur að fara mitt. Og hann er örugglega geima lastpikki fyrir sig. Þannig að Aron G. Weaver? Team ban. I guess. Ég veit ekki, en ég þekki eiginlega bara engan í þessu TDE Junior liði. Nei, já, þú er náttúrulega búin að, þú mistir út season, sko. Það er mikið lore hérna Já. sem þarf að uppfæra á, sko. Já, bara komið ný kynslu á íslenskum Dota-spilarum. Já, svona gömul kynslóð mætti ég að vel segja, sko. Helviti hár meðaldur í þessi junior liði, sko. Já, já. En já, þeir voru býtum við, þeir voru með þetta line-up í fyrra nema í staðinn fyrir hundur kom, sko, basically, það sem gerist var að
TDR átt að spila í úrvalstildinni með sama rosteri voru með í fyrra. Það var Slöng, Pollur, Hannes, Hundur og hver meira að gleyma? LeBron, já. Þegar LeBron hætti og þeir byrjaði að spila eina seríu með Mario á fjarkanum og þessu line-upi og svo instantly spönduðu þeir og fóru splittuðust í TDE og TSR, þannig að basically Hundur fór inn sem spilar í TDE og Slöng sem coach og Pollur fór inn sem spilar í TSR og Brummi sem coach. Já. Ok. Já. Það var bara, já. Þetta var alls ekki flókið að fylgjast með. Það er ekki að spekulara hvað internal dynamics voru í gangi þarna, en þetta er alltaf niðurstaðan. Ok. En já, Hundurinn alltaf var mjög öflugur í fyrra í kraftaldildinni, sko, átti mjög marga góða leiki. Var mikið að spila þar rekin, segir Slöng í chatinu. Eru Viki Click is a rating with a party of 16, just so veistla. En já, hvað verð ég að segja? Man ekki alveg hver var seinasti gæinn í rosternum áður en að Hundur joinaði. Það er einhverju mistari sem ég er að glemma, sko. Nakata var að spila mid, Alan G og Sjöli voru á offline, held ég. PS. Það var ekki þessum roster, var það? Þú lítur að vita það, Slöng. Jæja. Já, TDR. Nei, TDE meina ég. Það er Lastbig Windrunner. Ok. Já, svo líka Sús hinum einn. Já, mér finnst þess að þetta sé nú ekki sterkasta Windrunner picki, sko. Nei, Sús er bara frekar góður á móti Windrunner. Já, ég hef nú haldið það, sko. Og það er Danni að spila Dawnbreaker. Ok, þeir ætla að halda sig við sömu roles og áðan. Osbaksmanninn, það er fucking gæinn sem var the legend, sko. Og náttúrulega Norbert. Og bring back Norbert, sko. Norbert Invoker, það var legendary dæmi, sko. Ok, það er allt í fortíðinni. Við erum með hérna leik og það er Lastbig Windrunner fyrir TD Junior í neitakallans að heitir Wind Ranger. Norbert var rekin, já. Og já, Sús, Lastbig, já, Sús lukkar allt í lagi hérna. Þeir eru með eitthvað svona global dot, follow-up á breaker. Þú veist, smá kannski one-dimensional line-up hjá C3XL. Bara upp á að, þú veist, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona breakar að gå inn og allir að fylgja honum. En samt bara cool, þú veist, þetta er aðeins, ég held að þetta sé aðeins minna flókið heldur en það sem eru voru að reyna að execute áðan, sko. Þú veist, það getur verið svo ógeðslega stundum komplex eitthvað þegar maður er að fara í eitthvað svona kombo dæmi. Og svo, þú veist, er ekki gæinn sem á að jumpa inn eða það er ekki alveg nóg skýrt hver á að byrja fætinn eða eitthvað, þú veist, og já, og líka svona hvað jumpum við fyrst og eitthvað svona þannig dæmi. Einmitt. Þannig að þetta er svona meira brawly line-up hjá þeim núna, sko. Það er svona báðið meginn, svo þetta er mikið bara eitthvað svona einhverjum tankkettir sem er að hlaupa á óvinnina og svo gæjar til að follow-upa. Já, einmitt, svolítið mikið svona onga-bonga. Já. Kannski aðeins meira onga-bonga. Aðeins meira onga-bonga myndi ég segja hjá TDE. Já. Þeir eru með, Snap er hún er Universal. Já. En þú veist, annars, tvæstreng heitur Wind Ranger með ESIT og Weaver með Shukuchi. Þannig að alveg bara svona lúmst erfitt eitthvað. Það er svona líka spurning, sko, mér líður eins og TDE séu með svona slight advantage ef að fættarnir eru eitthvað langir af því að bara út af þessum wraithing, þú veist, náðu þeir að actually drepa gæja, en þeir eru líka með mikið burst, já, þetta voru áhörleikur, sko. Já, það verðist að vera fætinn uppi, double stun. Byrja á einhverju vilsu. En
Ekkert meira en það sýnist mér. Nei, bara smá XP frá pöttunum. En, byrju, Þetta eru 3 rúns fyrir TDE, er það ekki? Já, jú, það er rétt. Nema enginn að fara í bottrunni, já. Nema... ok. Kúka það eins. Þú kannski gerði ráð fyrir að C3XL hefði tekið hit? Það getur verið, sko. Hvað finnst þér þetta topp safe-lane og það verður með 5 breaker með lifestealer? Það ekki smá gríf? Mér finnst double melee í langflestum tilfellum bara ömulegt. Já. Það þarf að vera eitthvað svona hugsunar bak við þetta. Já. Ok, Danni alveg að lumbra á smóki hérna, alveg leitt. Það er svona, þú veist, mér finnst stundum spilur þessi double melee-lane og þú ert bara með einhverja gett sterka spella. Þú ert, svona Marci er perfect hit í hann, dæmið það. Það er aftur hérna góð. Mikið að treyta á botlunni. Ok, Spooky, kannski ykkur klandri, Smokey á æstan. En hérna, sem mann er drull FPS. Og ég veit ekkert hvað þú ert að tala um. Hvernig sérðu eitthvað með þetta veðreffekt? Glansandi vatn, ég veit ekki hvað, holy glans. Ég er bara, þetta er bara aesthetic, mér finnst það bara cool. Hérna, ég er með svona, þú veist, svona hérna, svona Japans, svona Lotus tré. Já, þetta er eitthvað svona mjög bleikt hjá þér. Já, svona, rift í Japan eða eitthvað. Það er meira vor. Þetta er vor, já, ok. Új, nakað á nervun. Ok, þetta er eitthvað að horfa á þetta, sko. Já. Þetta er svona smá gallin við það, finnst mér að fara í Magic Missile level 1 á Venge. Trade it verður bara mun verra. Já, það ert ekki að ná að drepa hetjur, þá svona kannski betra að vera með þetta veik. Ok, Þarna er það svona nýta þetta almennilega, en þarna kemur snaffa í styrkleikin, þessi kaka. Já. Veitu hvað... Sésið. Menn er eitthvað að tala vorulega mikið um FPS í stuttsetinu, sko. Ég bara keypti mér inn á tölvu, held að allt var í lagi með þetta stream, svo bara einhver spekknördar hérna búlið mig í chatinu, sko. Ok, rosalega double starbreaker hérna á botlinu. En já, sko, ef þú ert að spila eitthvað svona, þú veist, það er smá pík að vera að spila eitthvað svona Marci plus Centaur eða eitthvað. Það sem er bara með eitthvað 4 stun og 400 burst damage level 2 eða eitthvað. En þú veist, lifestealer, spirit breaker, það ain't it, sko. Nei, ég er alveg sammálaður því. En þetta er samt að ganga mjög vel fyrir lifestealer hins vegar, bara upp á CS svona til að byrja með. Já. Þannig er með 18 CS á móti 7. Þannig að ég veit ekki, kannski erum við bara fullir af skít. Já, honestly, bara pick double melee, sko, who cares. Já, mennilega að gera á móti mér í framtíðinni, sko. Líka, já, ég veit svo mikið hversu fjarska Víver er eitthvað að vera eitthvað counter, sko, en náttúrulega í gamla dag var þetta Víver tótt svo mikið svona Víver carry á móti lifestealer carry. Og þú veist, það var gott matchup og það er gott matchup, en vil ég líka eins og þetta hafi eitthvað svona breyst líka bara svona okkur hitunar, eða svolítið hvernig lifestealer spilaðar. Já. Þú veist, hann er bara eitthvað svona stendur fremst og þú veist á að lifa ekki lengi og fara svo inn í eitthvað creep og vera, þú veist, burna allar með reitgans, fara inn í óvinninu og eitthvað svona bull sem var ekkert í gamla daga á þessari hetju. Nei, ekkert í gamla góðu daganum. Það var ekkert eitthvað shards og facets og talents. Nei, mitt. Ekkert að fara inn í creep og heala, sko. Það bara... Ja, maður var nú reyndar alveg að gera það með armlettin í gangi fyrir þetta auka strength og fara inn í creeps og bara heala þar í smá stund. Var healið alveg í gamla lifestealernum? Kannski ekki alveg svona, en bara upp á þess að maður fekk svo mikið strength úr armlett allavega þá einmitt og maður missir ekkert HP menn maður er inn í creepum þannig að það virkaði allavega. Nú voru þetta náttúrulega bara að kíka, bara eins og verið með eitthvað healing voru þetta í gangi að vera inn í creepinu. Já, einmitt, það var nákvæmlega þetta matchup í seinasta leik hjá GGFF á móti þarna
kraftaköllunum, Nú, ok. Centaur á móti Lifestealer. Já, ok. Og það var líka Windranger með Centaur í liði. Já, En ok. þá var hann nefnitt oft að flýja því hann náði bara að komast í creep á kannski 1 HP, fara upp í hálft HP og ná svo þá bara, þú veist, ok, snúa þessu svona örlítið við. En Breaker er að fara mitt. Já, Sus er mjög low. Breaker er mjög Sjáum góð að heiti til að Windranger er vera með hálft HP. pressa þessa vindrun ekki alveg, sko. Það veit ekki alveg, Súsaldi getur ekki snett til það. Nei, Windranger er að leita. Hann þarf að vera duglegur að senda á sig clarity, eða senda á sig regen pre-attili, sko. Hann var líka að lenda í þessu senast að, þú veist, þetta er náttúrulega sem svona góðir í misspilar að gera, að þú veist, þeir sjá fyrir, ok, hann er að fara að hafa sem núna, það er að vera byrjar að senda með salv, skilur Bot, ok. Ok, vindstöður. Vensteyr. Nakata það. Charge and cancelað. Ok. Reyna eitthvað svona gá hvað þeir geta en Smokey komin auðvitað turnin. Já, ég meni þetta er eitthvað. Og Lotusinn og svona. Þegar FPS-ið er fínt, ekkert heit á það, bara heit á glans frá mér. Mér finnst þetta mjög fyndin, þetta orðanótkunni á glans. Ég veit ekki alveg, skil ekki alveg hvað að minna með því. Ég held að hann er bara að tala þegar hann svona kíkir á streamið í fljótu bræðu og sé bara hvað er að gerast. Já. Já, ég er búinn að spila með þetta svo lengi, ég er alveg vannur að hafa þessa hérna, Lotusblóma hérna. Já, veðrifægt. Ég ætti að fara að tjekka á hvað, ég á svo mikið á einhverjum svona mismunum mappum og einhverjum veðrifægt og eitthvað. Já, ég er líka með eitthvað hellinga þessu sem ég bara svona pæla ekkert í, ég er bara með þetta á eitthvað basic. Já, ég mitt var alltaf pröfum þannig. maður eitthvað. Svo pröfum maður einhvern tímann að fara í eitthvað nýtt og maður bara, nei, þetta gengur ekki og fer strax í það sama. Windranger mætt. Já, eitthvað svaka fætina, en náðu svona að drepa... Focusfire á Vengeance. Já, mér finnst þetta bara breytti basically ekki neinu, eða þú veist, ok, hún kom og drap Venge, bara who cares. En ok, það er reyndar feikt fyrir það XP, þannig mættur sann. Þetta er vel 7 vindurinn sann, hann er ekki með fókfræði sann. Einmitt, það er með það, hann er ekki lengur eitthvað sérstaklega ógnandi. Já, einmitt, það En getur bara eitthvað... að vísa þessu spiritbreaker það ekki heldur. Já, þú veist, þeir geta drepið hann hérna, með 5 núkum. Ok, hann hleypur í burtu, flott. Þeir eru ekki með eitt mana lengur. Þetta er svona svo eitthvað, þú veist, þessi vindurinn ætti að vera eitthvað mest scary gælan í leiknum, veist mér, en það er bara eitthvað... Kemur snapp. Já. Nei, það er bara ekkert að gerast. Núna kemur Já, Dawn, hún er búin að shot. taka hringinn. Veitu, Hvað Venge er að maður gerast? aftur, hún getur drepið hann, sko. Já. Lol, Ok. þetta var mjög lélegt rotation. Herru, núna er Sus komið með mögulega nýju uppbólsónu sitt. Amp damage. Ok, Grytrari, ef ég spila leikinn með Shadows og Weathereffects og vatni í high quality, sé ég miklu minna sem er í gangi. Kannski er ég bara eitthvað vangefinn. Þú ert greinilega ekki að njóta, þú veist, allt sem Dota hefur upp á bjóða, sko. Það er bara, þú veist, lífið er fallegt, Grytar. Þetta snýst ekki allt FPS, sko. En ég meina, er hann ekki meistari í kraftverðardeildinni? Jú, hann er íslensmestari, hann á alveg Já, hann að efna á sig, sko. Go og Centaurinn top, hann er með Já. Vanguard. Hann er líka með allt í. Spiritbreaker er á leiðinni, en þessi Spiritbreaker er ekkert rosa hraður. Nei. Mitt. Ok, byrju, hann missaði... Ó, hann er samt döður. Jú, hann er döður. Step 1, miss done. Step 2, pressa R, sko. Klassísk Windrunner. Tower is under attack. Það er spurning, nær hann að respawn alltaf að drepa hana? Hérna eitthvað... Nei. Ok, Smokey er með allt í, sko. Þetta er svolítið líka ekki meitt. Já, það er döður. 4 hana. Þetta... Mjög forsað eitthvað. Þú veist. En ég meina, hei, þetta er bara fritt farin fyrir lifestyle núna. Hann kom level 7, hann er að njóta sín. Já, I guess. Þetta er mér svona... Ég vorkinni er smá, því mér líður að, þú veist... Mér líður að þetta sé sama dæmi sem að lætir fólk borða það, skilur kjúkling og grjón með engu. Að því, þú veist, það er gott fyrir þig, skilur það er góð næring. En er það gott fyrir sálina hérna, skilur
þú veist, vilt ekki salta matinn og setja kannski smá sojasósu eða eitthvað. Ég er reyndar mikill heitir á að vera með þarna kurrar hero images að hafa bara svona static model þarna, mér finnst það svo ljótt. Já, ég er sammála, sko. Ég vil svo... Ef þetta væri almennilega svona portraits, þá kannski, en þegar þetta eru bara 3D modelin frozen, þá er það svo ljótt. Já, mér finnst það böggandi, sko. Það er go top. Ég elska Þarna kjúkling sjáum með við fókusfærið í action. Já, hann er búinn með... Já, betur, næs, flótuna, ok. Dawnbreaker ult, nice, 2 Hindranir, getur verið klandri. Úff. Getur verið klandri. Það þarf fleiri hetjur núna. Eitt upp ég. Oh my god, heistið. Og hann nær honum. Shit, ég er junior með ekki bara sojus fyrir því soj er stöðurleikand. Dawnbreaker, næsta kombo. Ok, Það er ekkert þannig. mann á sús. Bara lemur það til döða með fastið sínu. Nei, hann er ekki með það, hann er með stat... Ok, hann er með... Nei, byrju... Já, nei, sorry. Lightning Hands er hann að Sharptain. Búið að breyta sér heitur svo fucking oft, sko. Dire's bottom tower is under attack. Já, ég er ennþá alveg mjög lost yfir hvað facets eru, af því að þegar facets komu þá var ekkert mikið að spila. Svo Nei. það fyrir í burtu í ár. Já, ég veit. Ég kem tilbaka og ég er bara svona, ok, þess heit ég basically svo sama, eins og Venge. Svo eru aðra heitir sem eru bara býttu, hvað ég anskotar með Gorestorm. Já. Það er stilir facetanni góði, sko, ég... Gata Nice shot? jukes. Nei, þeir sjá hann ekki. Spooky. Nei, facetið er að virka á attacks. Þetta er að vinna lane facetinu. Facetið er að virka á attacks. Þetta eru... What? Ég sko... Hæ? Er þetta sús? Dire's top tower is Þannig að attacks gera meira damage á því þú ert nær gæjanum. Fyrir mér er þetta bara eins og að keyra með sólina beint í augun. Er nóg það hverjir eru fyrirfram favorite í þessum leik. Að setja sósu á kruklingin og grjónin er eins og að keyra með sólina beint í augun, ok. Ég meina, maðurinn er, þú veist, atvinnumaður í íþróttum og Íslandsmeistari í Dota, þannig að, þú veist, ég get ekki endalaust að rífast við hann, sko, en... Nei, við erum ekki alveg með kreditið í það, sko, allavega ekki ég. Þetta er svona, og byrjuðu að góða hérna mitt. Já, þessi maður er steindauður, sko. Já, bara líka Arcane Rune. Já, næstu sem ekki að nýta það í fókusfær. Já, ég sé hérna á Static Field að það notast þegar hann er að takka. Það er frekar interesting, actually. Já, það meikar sens. Mér fannst að vera að gera eitthvað rosa mikið damage með það með Vanguard á Centaur. Já, einmitt. Fyndið. Það eru Leprechaun líka að reyta, hérna... Það er bara allt Dota samfélagi mætt, sko. Ég sá samt ekki viewer numberin fara upp, þannig að mér líður eins og flestir hafi verið með báða streama opna. Svo takk fyrir það, Snorri og Viki. Já, þetta er svona, þú veist... Ok, góð mitt, það er svona klara... Ok... Windranger nær að hlaupa út. Já... Venge ennþá lífi. Pöttur á öllum... Spiritbreaker, hann er farinn. Lemji pöttunar maður, please! Jesus, mætlir... Ok, já... Ræð. Tripa 1... Þetta er svo góð. Fossað. Svona classic Windrun-leikur, þú veist, þeir eru alveg með nógu marga spella til að drepa hann, bara... Af því þeir góða aldrei einhvern veginn með alla spellan í einu, þá farum bara svona að hlaupa eitthvað. Dot. Þarna hoppuðu upp í 43 views, þú veistla. Hún er að leita þessum sús. Já, vill drepa Ara aftur í svona 15 skipti í þessum leik. Já, það er bara... Það er alltaf að gerast. Já, easy. 417 gull. Já, kannski networth, það er ekki lenskan hérna. Aðeins fannir að droppa hérna að setja eitthvað menn, en þetta er svipað í fyrsta leiknum, sko. Þeir voru komið svona frekar jafnir út úr lane-stage-inu, svo er Hjalta búið eitthvað svona solo moves og
og þeir ná ekki að pusha neina turna sem var líka svolítið issue senast. Já. Síðan Wraith King ætla að stefna á seinasta turnin. Já. En þetta ekki með þarna Skeletons, eitthvað, Spectral Blade, hvað sem þetta er. Já, einmitt. Það var sko, við erum svo alveg getað að tekja Skellis þessum vegna. Ekkert eitthvað mjög mikið uppbyggt fyrir þær. Ja, samt Zeus og Dawnbreaker. Já, Dawn reyndar er mjög næs að hafa Skellis á móti sér, bara upp á þetta city reduction frá fasandinu hans. Já. En sko, mér finnst ef að þeir myndi taka þessa þrjákalla, Breaker, eða bara þú að Venge og Zeus myndi bara tveir, þú veist, smóka, hlaupa og reyna að finna Windrunner og svo charge Breaker eða hann kemur í smókinni eða eitthvað. Bara þessar þrjár heitir fara á hérna Windrunner og svo kemur Dawn allt í onna á, þú veist, hún á ekki að geta komast út, sko. Nei. Og það er, þú veist, það mun vera svona 2000 króna swing ef þeir ná að drepa sæti. Það er eitthvað must tippi topp, veit ekki alveg af hverju. Mér fannst þetta bara líka... Já, þú veist, seinasta leik var það líka svona eitthvað... alltaf eitthvað svona... Ég er að góða gott fight en það er svona vantar einn gæja og hann er svona eitthvað að koma þegar alltinn er að fara í gang og þú veist... Er ekki Charles með Nyx plus Dawn, Zeus öll, kill og hvað sem er? Jú, örgulega líka það. Bara... Hann er náttúrulega eitthvað að ræsa þetta Radiance eða þá. Já. Já. Alveg mjög langt á eftir mjög reaktiv. Já. Já, mér vil líka hvað náttúrulega næst lane sko, svona smá rough. En þeir líka bara að tapa, þú veist, þessi reyting fær gull frá 3 turnum. Ok, nú er þeir að gera movið. Ok. Drepa. Já, þeir þurfa bara 3 heitir sko. Þurfti ekki eins og þessi Venge með. Venge bara smókuð mitt eitthvað. Farm eitthvað creepið mitt smókuð. Ég sko, Óli Spooks er náttúrulega vinur minn sko og ég fleimaði hann rightly so í þessum fyrsta leik þegar hann var að spila hann Warlock með eitthvað passive glimmer og force í inventorinu sinu sko. En já, taka loksins niður hann freaking Windranger. Það er samt ekkert að pressa hana turn sem er smá áhyggjefni. Já. Þannig að, víst, já, alltaf næst að fá kills, en betra að fá kills sem að svona verða einhverju. Þú veist, í þessum leik, fyrsta leiknum voruð með hittir til að lane-sjófa, sko, bara 100%. Þeir eru með Warlock og Jakiro að supporta það. En þeir náðu engum turnum, en í þessum leik eru þau með Zeus og... Ok, Dawn er alltaf, veit það, hvað mitt? Já, ok, hundur. Eldoggo, þetta getur verið flókið samt. Kemur átt eftir eina... Þurfa Zeus í þetta múl, sko, ok, já. Lesson learned, guys, ekki gera þetta án Zeus, ok. Please, ekki fara með þetta lane. Ok, hann er dead, sko. Nei, kannski ekki. Leika mér ást á okkur góð hugmynd að taka turna snemma. Já. Erfiðar að reakta við einhverju svona. Nákvæmlega. Þannig að það er impossible að make þessi killskillur að allir fucking tier 1 turnir eru uppi. Smoke, þetta veit ég. Já, ekki Donald, þú veist. Þeir eru ekki að fatta alveg svona... Sjáðu lifestealerinn hérna? Já. Nei! Þessi ward sér þetta ekki alveg þarna og ég verður að finna hann. Ok, en já, þetta er lifestealer þarna, þú veist. Frá. Þannig ætti að geta... Centaurinn ekki með blink. Já, einmitt, ég meina, ætti ekki verið að sjans fyrir að drepa hann nema eitthvað random shackle. Charge a Wraith King, guys, þetta er ekki playið, please. Ekki hard commit á eitthvað fucking Wraith King. Ok, byrju nú við. Ok, looking good. Og taka Centaurinn líka. Já, ok, og Aron ger... Vend, hann deyr, ok. Bestu hvað segði mér hana. Vend smálið deyja, hann, þú veist, hann hafði skilið, hann kom ekki í smókinn að hann, sko. Og ég held einhvern veginn að það væri eitthvað meira bait fyrir TTS, sko, en þeir voru bara eitthvað ekki fyrir aftan þá.
Nei, Svona bæði lið búin að eiga eitthvað svona moment að vera eitthvað allt og kokki. Ok, hann þarf að reitsa. Það var ekki reitt, hann þarf að reitsa. Hann bro, there is rage. Passive rage. Sús. Úi, hvað sjónu sús maður. Farinn bara. Reitsaði bara leiknum frekar. Þetta rosalegt. Hvað var reitt? Já, þeir voru bara eitthvað þeir voru bara eitthvað að hlaupa í vúts og hlaupa mitt, ég veit ekki, þeir vildi ekki hjálpa það. Fann í styrtu, sko. Ég nokkuð viss að þessi lifestyle sé ekki í Grikklandi. Hann væri örugglega til í það, sant? Ég var eins og geðvill mikið til að fara til Grikklands, sko. Grétar, hvar? Ég fara til Grikklands. Já, er það ekki geggjað? Ég hef aldrei farið. Jú, það var vísu ekki meginlandið. Ég heldur var þetta Krít, en það var samt mjög næs. Já, mitt. Grétar, hvar býr þú í Grikklandi? 23 gráður í dag. Og það er alveg perfect, sko. Var á ströndinni áðan. Það er fallegt. Akkur sendir mér ekki mynd? Ég vil fá meðmæli, sko. Mér langar að fara og vera einhverju eyju og skrifa bók. Bara hana hermit style. Norður Aþenu, já, ok. Það er bara þar. Ég hafði ímyndað mér að það væri einhvers staðar út í sveit, sko. Já, hvernig gjaldmiðlinn? Er hann ekki bara góður? Ég finnst það alltaf góður, sko. Já, evruna. Já, og Ég líka skilst bara... að efnaharðir hafi náð að jafna sig, sko. Já. Skilst mér. Ég haga, það sé allt í haki þessum, en þannig góðum áfram, I guess. Það er góð á Wraith King aftur. Aftur á Wraith King. Hann er ekki með reincarnation, en... Já, ok, það er þeir. Þetta er svo... Það er ekkert svo undergods. ógeðslega weird hvernig þeir eru að engagea, þú veist. Þetta er svo mikið eitthvað svona bara einhver ákveðir á... Það er bara, guys, ég er að fara inn og bara svona... Enginn er tilbúin. Þú veist, það var eitt múið sem leik sem ég gerði, það sem voru actually bara eitthvað svona... Reddi að kasta spellunum sínum, einn á eftir öðrum. Og svo er allt hitt bara búið að vera bara eitthvað, ok, ég er góð núna. Ó nei, ég er myndarlega með creep, eitthvað. Já, þeirna smá svona big city skítugt og svoleiðis. Jæks. Ok, ég er að fara í sveitina, ég vil ekki big city skítugt, sko. Fengum með mér, ég var að byrja að læra grísku og Duolingo, sko. Búinn að læra í 3 daga, var að læra hvernig að segja avocado. Og fyrir þarna Tormentorinn. Já, ok, þetta er gott. Hann er að fara í Axio, hann er bara að fara í þetta second ending basically. En hann er bara eiga ömulegan leik. Hann er, þú veist, 3-3. Ekkert ömulegur leikur kannski, en Ekki eins góður hann gæti verið. já, skulum segja það. Ekki eins góður og ef liðan svo myndi ég kasta spilnum í röð. Úf, þetta er oft tier 1 turnin topp er með fullt HP. Sko, honestly, counterið á Citrix öllu er bara að peka treant, sko, þú veist, það mun aldrei í turn dega, sko. Ég hef ekki sett treant sem ég kom aftur. Er eitthvað varið í treant eða? Já, Erni er allar að peka treant, ég veit það. Nú, ok. Erni, ertu í chatinu? Er hann í leik? Veit ekki, hann var í náðan. Hann er ekki í leik, hann lítur að vera í chatinu. Heyrir í mér, Ernir. Ernir! Ernir! Við erum rólegir.
Blessararnir, hvað finnst þér Treant þessa dagana? Ég var þetta geðveitt til að horfa á Jökul í Waterpark sim, sko. Breaker plus Axel til gala damage, það er alveg rétt. Já, true. Þá getur maður að fara að veiða eitthvað, sko. Jökull former hype train conductor, til það nettur titill. Raging Wolfhelm Bigley. Já, einmitt. Hvernig þessi sundlaugi tapi hjá honum eða þarf að mála laun í þriðaskipti? Já, ég veit ekki hvort maður getur talað eitthvað items, allt frekar basic hérna, sko. Wraithking of Radiance inn í Desso, hann alltaf með þetta spectral dot, þannig að hann vil bara stakka attack damage, basically. Hljóma cool. Centaur blink. Held að ef Centaur myndi bara kaupa pípu hérna og þetta mjög þægilegur. Já. Þú veit ekki hversu mikið hann þarf en daggar right now, sko, af því Wraith King var að kaupa sinn. Bara meira onga bonga. Já. Windranger líka fyrir daggar. Já, reyndar. Bara stökka á það. Onga bonga strong, sko. Treant bara feed stuff, það ekki? Jú, ég held það. Shadowbreak Breaker kemur líka, bráðanir ljóta ná að gera eitthvað með Axe og já. Eina sem ég hugsa bara, ef að TT að vinna, ok, þeir eru bara með 3K lít núna, en ef þeir taka eitthvað stóran fight soon, þá geta þeir mögulega bara byrja að fæðum hann á móti þeim, sko. Þá þetta eitthvað, þú veist, mér finnst þetta Breaker sústótt sé bara gott ef að, þú veist, mappið einhvern veginn svolítið opið og það einhver, þú veist, ef þeir væri búin að taka alla tier 1-una og það einhver svona kall að farma hérna toppwaveið hjá Lotus-búlinu eitthvað. Það svona ideal scenario. Þá bara eitthvað charger hann með Shadowblade og Zeus kombor hann og eitthvað Dawn altar hann og bara gæn deyr og það getur ekki bjargað honum, en þú veist þeir eru svona boxar inn einhvern veginn ef þeir eru náður inn einhverja fætanna þá hef ég trúið þessu. Annars Windrunner, já, hann samt eitthvað að hjólaði sig. Dust, bro. Ok, það er bara mætinga, þetta fucking við hlýðan á tier 1-unum. Finnst ég dead, ok. Þannig hann lemja frá sér, hann samt 1 mútur. Þetta alveg dead. Þú veist, hann getur meikað þessi move af því að út af þessum turni. Einmitt, win Shackles næsti. Ekki blink. Já, þetta var carry 2, sko. Einmitt, já. Slunk sá þetta allt fyrir í draftinu, sko. Það fara þeir bara í tier 2 turninni. Já. Hvað er manni spábyrðið það, sko? Alveg sem á. Þú veist, af hverju ekki búið að íta þessu botlinni alveg inn? Þú veist, ef hinn gæðinu ætlaði ekki mæti í fætinn, hvað voru þeir þá að gera? Þú veist, öll leinin alltaf að pussa inn í það. Þeir eru kannski bara eitthvað að tapa af því allir eru í út. Ó nei, þetta er ógeðslega forsaður fætt. Ok, nöttur yfir. Nú er Wraithking út komið. Já. Sús alltaf búið að gera eitthvað. Hann stil að lemja. Wraithking low. Þetta ná Wraithking hérna. Já, ná Wraithking. Má ekki deyja samt á Dota, þá er þetta mjög gott. Ok, get out núna. Það er þetta flott. Please, ekki vera... Ekki slemmi fight. Ég er ekki að fara að ná þessum fucking Windrunner, guys. Get back, sko. Stop, þetta er sem ekki vitleysa. Ójá, ég ætla bara að bíða henni í 10 sekundur eftir að liðin er það frá að drepa hann? Þetta er actually drepa hann. Ef maður ætlar að hanga hvað, hvað er gangi leik? Fucking bíla, sko. Ok, þetta er galið dive, sko. Gæðinir er að spóna, sko. Bara, guys, þið þurfum ekki að gera þetta, sko.
Hvaða sokkatal er þetta hérna? Hvernig átti ég að vita að vindurinn myndi bara hægt að spila leikinn þegar hann kom inn í þessi tré hérna, þú veist? Framfærið ykkur 45 damage á hann tier 1 turn. Já, þetta er hérna... Þetta er bæting hérna. Ok, ég hafði vitlaust fyrir mig chat. Kemur fyrir. Ég hafði ómikla trú á þessum gæja hérna. Ég held að við séum að fara að horfa á Game 3 sponsored by hundurinn, sko. Hundurinn er orðinn hvolpur í þessum, sko. Læstur er bara búinn að ná Wraith King í farmi. Líka, vindurinn hefur bara getað hlupið niður. Hann fór í trén, fór eitthvað stóð þar. En já, hann er komið link eins á Wind. Og... Hvað er Danna build? Hann er að builda big up í. Danna er að fara bara eitthvað svona mjög basic Dawn build sem er samt off-meta einhvern veginn af því að það byggja allir bara haks svona. Já, og heldur enginn shard sem ég finnst líka spes. Já, ég veit ekki hversu mikið fólk er eitthvað að rausa shardin lengur, sko. En þetta Axe er mjög, þú veist... Já, ég myndi sé bara Face Soul í Aghanims. Já, einmitt. En, já, ég held hann fílar þess að heiti mjög mikið og hefur spilað hann alveg mikið, þannig að ég held hann sé með svona sína hugmyndum. Go mid. Já, þetta er dive. Aftur, það er tier 1 turnina, þannig að þeir geta bara létt að respondað. Ná einu killi, það er svolítið mikið að heitum hérna. Ég legg eitthvað fyrir neitina, ég sem bara hvað gerist hérna. Ok, Danni mun drepa á alla. Hann mun drepa, hann er alveg að mun drepa. Nei, ok, betur. Og þetta var frábært dive. Þetta tier 1 dive varð 1 sportkill fyrir 3. Þú veist, Zeus er að farma Woods á meðan, það er fucking issue í þessum leik. Þú veist, ef þið ætla að gera þessa move, getur hini gæni please verið að eat waves. Þú veist, þetta er líka að gera það svo ógeðslega erfitt fyrir það er líka bara parturinn af hverju þetta er svona forced. Af því þú veist, þeir vilja fara í eitthvað kill, eitthvað. En þú veist, af því að hiningæðinir þurfa aldrei að reakta við neinn waves, neist það er aldrei neitt verið að pussa inn í turnana þeirra, þú veist, aldrei einn kýr sem það er fílaðir. Það eru alltaf bara að redda með típjum Lifestyle var alltaf að pusha tier 1 eitthvað, en þegar hann er ekki með Desso, þá er það bara svona mjög erfitt að vera að pusha turnæru. Þeir voru að taka rósan og þeir vilja taka fight-in. Détirún fyrir framar Zeus, hvað er að gerast í þessum leik? What the fuck? Bro. DD er mjög gott á Zeus, það amplifyr magic damage hans. Hættu að standa mynd að grífa millenniðin og fucking chargea eitthvað wave eitthvað. Þú ert búin að vera með fucking vandað 1000 kall í The Shadow Blade í svona 20 mínútur. Radiant's bottom tower is under attack. Horfum að það alltaf Spiritbreaker gameplayina, sko. Hann er bara eitthvað að hlaupa í hringja mitt. Notaði spellana þína, bro. Come on. Creepin að pusha inn botlane, en ekkert catapult. Valid crossshot. Radiant's bottom tower is fading fast. Bara, ok, ég ætla að fara mitt þess að CS-a, bara með autoattackinu mínu. Ó, hvað er wave? Ó, já, byrju, turn top, ó, ok. Ó, fuck, þetta er liðið. Æ, fuck maður, shit. Þú veist, þú geta verið búinn að chargea 2 waves og meðan þú varst þarna bara standandi mitt eitthvað að last hita, sko. Það eru góð fréttir, hann er alltaf komið Shadow Blades upp núna. Já, gott. Lifestyle er komið með Basher að fara í MKB. Það er einhver sem ég trú að það er þessi Lifestyle með Dawn á bakinu, sko. Ok.
Sven er dead. Já, hann er dead. Heyrðu, Danni. Ok, hann típjar upp. Úff. Vá. Scheisse. Já, fæfmannið er sannarlega að byrja þarna hjá TDE, þeir er alltaf takkar úr turna. Þeir eru sko, núna allavega þeir eru jafnir í CS, eða í networkið basically. Það er go, en þetta er svo... Ok. Nára is king. Já, ok. Centaur að deyja. Já, þannig sem þetta var að deyja á móti, en getur svo sem bomma einhvern spells út. Það er spurningin, nú er ekkert infest sko. Æjæj. Já, þetta er spett bara... Veit ég hversu valjú er að byrja með, þú veist, byrja infestaðar í svona fæt, sko. Það er eitthvað döður. Það getur að klikka inn við sem þetta áður en að jumpa þér, það er bara... Það er lemmis en okkur, sko. Wraith King döður. Ok, Dawn, bye. Trónaði yfir sig. Já, Dawn, Sús kipir inn. Ok, Sús actually er næstu komið með refresher. Það er smá big, sko. Er Óli Stóri Chatlet? Nei, Óli Stóri er Spooks. Ég er orðið fyrir safe að geima Nimbus fyrir Snapple til cancel. Já, örugglega. Alveg pottet, sko. Mjög góð punktur. Já, gerið þetta move, þetta Infest Breaker move, þegar gæðin eru einir, ekki þeir eru 5 saman. Ok, við erum ekki fætina. Ari er mættir það. Nei, double shackle, oh my god. En alltaf það tinga hann. En þú veist. Refresher. Ok. Það er ekkert meira frá Kristján. I'm calling it guys, það er ekkert að fara að gerast. Please, á bakki. Ekkert gott allavega. Hann er heimstæður. Hlöptu heim, Danni. Ekki hlöpa inn, Danni. Nei. Og Binski döður aftur og Danni allar í hjálpunum að deyja með honum. Hann er dead. Og nú lifestylein kominn. Nei, ok, hann fengið hitt á þessu. Aegis, en... Dawn lifið þetta af. Ég elska að bjarga vini mínum. Það er bara upp á stutturinn mín í Dota að gera, sko. Bara, ég sé vin minn fýta einhvers staðar að gera completely useless play og ég elska að koma inn og bara svona henda spellunum mínum að því ég er meðvirkur. Það er bara, þú veist, ég sé mikla fylgni að vinna leiki og gera þetta, sko. Mér líður eins og rótin af öllum vandamálum C3XL er að þeir eru ekki með neina turna. Já, sammála. Ég held að það sé tímis fyrir smá point of view hérna Breaker aftur, sko. Ok, Breaker. Breaker ætlar að labba á leinið. Alright. Ok, sér vindurinn er, ok, hann er að hugsa eins þetta. Spá spekulera, sko. Hvað á ég að gera? Hvað er ég að taka? Nei, tjekka henni upp að, nei, ekki þannig. Ok, þessi ég var mikið hér. What the fuck is sá mig? Það var gæði upp á heiðinni. Fuck, maður. Ok, og Danni er líka. Ok, buyback, instant buyback, TP inn í fætinn, ekki chargea. Það chargea á cooldown einhvern veginn, ok. Þá hérna, eitthvað, já, ok. Ok, við verð, það er eitthvað. Stun, nice. Ok. Ari hoppar inn, hann er fucking galinn. Oh my god, hann er jump inn. Hann er að tjúka, það skenni. Ok, byrju. Stannaður, hann er að deyja. Nær Windranger. Já, Dodger að karja. Þannig að Dodger. Nei! Úi, hvað stutt í reytið maður. Ok, saveur. Wipes, spybackaði. Og... Þú þarf að deyja. Smokey. Komið maxaðan desolator, sko. Holy. Smokey carry me þennan, sko. King Crinkle. Jólasveitnin Smokey, sko. Nei, það er ekki jólasveitn.
Svona mjólhúsinskinnið. Þetta voru alveg 2 buybacks hjá Yes, þetta voru 2 buybacks. Og súsin, sko, það alveg það mest rough. Alveg stóra. Þetta sús dæmi fór allt í vaskinn þegar hann hoppaði inn. Ég held að hann hafi ítt bara óvarð að taka hana eitthvað, sko, en hoppaði bara eitthvað inn í gæjana með einu sínu og, þú veist, já. Geturðu lokað hægri toppglugganum? Ég get því, það sko, ég var samt aðeins að vinna með, sko, player view á Spirit Breaker. Tormentor bot, hann fellur á no time og það Centaurinn. Já. Ok, skoðum aðeins hérna player view. Það ekki í orðaforðanum að charge wave, sko. Þetta svona, mér finnst það mjög interesting. Ok, þeir voru að taka Tormentor. Gæti komið í smoke hérna, náttúrulega að tanka smokeinn. Þeir sjá að það einhver gæi topp. Nei, þetta hitskanið? Sko, at some point þarf það að charge wave, sko. Bara please, bara eitthvað wave, sko. Þú veist, það impossible að drepa þessa hetju. Þetta svo ógeðslega low impact það sem hann að gera. Hann líka með Shadow Blade, sko. Þú veist, hann getur bara komist út. Ok, Sentry, já. Byrjar ekki með kú og litla brunni síni, sko. Ok, þetta eitthvað. Nei, ég held að þetta sé ekki málið. Nei, en vill samt gå inn á Weaver. Lifesteal komin inn. Þetta svo bad. Aftur directed. Lifesteal döður, bombreaker einn. Þetta svo óþarf að taka fættin svona. Bara, þeir sjáu ekki neitt. Þeir sjáu literally ekkert. Þeir að charge einhvern Weaver sem skiptir engu máli hvort þið drippið ekki. Þetta einhver fucking fjarka Weaver, bara who cares, bro. Þú veist, þessi Weaver myndi sína sig. Ef þú færi bara að chargeaði fucking botlinni og lætir einhvern koma tilbaka. Þannig breykar þetta færum. Góðar fréttir. Þeir náðu sínu fyrsta 10 turni. Vísu gerð þeir ekkert, þau spawnuðu 2 seed strips. Já, þetta já, kannski ná honum áður en ávinnir, þú veist, aðeins fyrir að ávinnir pussi raksið að 2, sko, það væri improvement, sko, en þetta er byrjun. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Já, það bara í Megas. The trees. Dire's bottom tower is under Já. Þeir fyrstu... Ég alveg hérna hvernig þeir eru að nota glyffin sína því að þess að núna þeir að nota á seinasta raksinu þegar þeir ekkert fara að venda það. Þegar þeir nota á fyrsta þá þeir eru minnst geta fengið aftur. Þess núna ekkert glyff ef þeir fara að púsa tier 4. Svo líka áðan það sem er notið á seinasta tier 2 turnin. Svo aftur, ef hann tekinn þá fer það ekki tilbaka eins og myndi gera á fyrsta. Ekki nota glyff á turnin sem ætla ekki verið það. It's no point. Já, það er svolítið dire straits hérna. Það væri gott að einhverja myndi segja breaker og charge a wave. Já, núna það kannski svolítið seint þar sem eru komið mega creeps. Já, en ég meina, þú veist, einhvern veginn verður að skeila, sko. Ef þetta er að halda áfram spilanleik, þá verður að, þú veist, þá verður bara make a 5-year plan, sko. Og það verður að vera einn í planinu að charge a wave, sko. Já. Þetta er nú all time code for þér. IRL var bannað að charge a wave. Ok, afsakið. Ok, það eru ýmsir hlutir sem ég geta gert hérna til að snúa leiknum við. Last Stand, sko. Elskar að fara að vend, svo karakterinn. Ég var að fara bara í free camera, sko. Free camera og manual control hérna. Ok, finna Danna.
náðum ekki. Sleipur. Og TP-anu hjá Danna. Ok, hvað geta þær gert sem að hefur ekki með Q-ið á Spiritbreaker að gera? Bara Ok. swap inn. Þessi gæði með Aegis. Nei. Ok, inn í hennan brjála kall. Og inn í tveimur stöðum hérna. Windrangerinn með BKB. Ok, Center og Wraith King komur inn í base. það lukkar ekki vel. Það lukkar ansi Skissas illa jafnvel bara. og Lifestealer-dur. Læslinir, ég veit ekki, hann fór að elda Windrunner eða Weaver eða eitthvað, ég veit ekki. Einu hittinu sem að hann getur definilega ekki drefið. Það var heldur ekki með buyback að því hún fannst það mjög mikilvægt að vera með Blitz Knuckles í stashinu. Það er callað. Call it. Já, Call it, Begli. Hvað segir Ernir þegar leikurinn er búinn? Bara ég ætla ekki að vera leiðilegur en þetta er fucking búið, sko. Við talum Pinski. Hvað segir coachinn við Sittur Excel eftir hannleik? hvað var ég að fucking horfa á? Sko, ég er til í að fá Nagata viðtal. Ég er til í að fá hvert sem er í viðtal. En þeir þurfa að koma inn á Ísland Dota svo ég geti dreigað inn á kjastur og svona. Já. Eru þeir nokkuð að kveitta þér strax á streamunum leið og leikurinn kláraðist eða? Kannski TDA, ég veit ekki hvort að Sittur Excel vil heyra hvað sem ég er að segja á þessu streami, sko. Nei, ég held að þeir sé Alla- ekki rosa spennti fyrir því. Coachinn þeirra er á streaminu, sko, þannig að Byrju, hver er coachin hjá þeim? það er slöng. Tóti feiti inn Nú. chat, sko. Hesla, þetta er eitt besta flamecast í sögunni, já. Það er bara sumir hlutir, þú veist, þeir aktivita mig, sko. Getum við fengið Rondo og Quotsin að spinna? Er ég á MVP leik 2? Dota. MVP leik 2 Binski inn í svega klöts déti rúndir næ. Þú er ekki viðtal, bro. Getum við ekki ég Smokey viðtal, sko, please. Ég fucking elska Smokey. Ok, tjekkum aðeins á þessu stats hérna. Sko, við erum að tala um þessi leikur var frekar jafn fyrstu 20, sko. Þeir eru Lifestealer með Space, Danni var að gera eitthvað dót, Sús var ekki í svo miklu vandræðum, hann byrjaði að vera sólkillar hann eitthvað, svona, ég veit ekki, milli 10 og 20. En svo var það bara, held ég, execution issue, sko. Bara þeir tóku eitt gott múið sem dröfubindurinn, en það var eiginlega eina góða múið sem ég gerði. Já, svo voru einmitt ofta eitthvað, þú veist, byrja á þessum eins og fari Wraith Kinginn eða Windranger með Aegis. Svo er þetta svona, þú veist, þetta er líka máli með svona, þú veist, þegar að allir er að spila Messi, getum sagt það. Þú veist, TDA spilar alveg vel, en þeir gerðu líka alveg mistök, skilur við. En svo þeir eru charge að hann að byrja á Wraith King þannig að íta á tier 2-turni þeirra top. Þú veist, það er ekki, í rauninni ekki gott move að gera það, þú veist, teknikilega, þú veist, ef að TDA væri að gera það rétt, þá væri hinu gæðinni bara fyrir aftan hann tilbúinir, skilur við. Annars var hann ekkert að sjóa. En, þú veist, stundum ertu rewarded fyrir að gera eitthvað svona stupid move, þú veist, og þeir ná ekki að drepa nú að senda og þá farið þetta reinforcement bara eitthvað, já, þetta var gott move, ég ætla að halda áfram að gera þetta. Svo heldur bara áfram að góða reikking, skilur, og ert bara eitthvað, óhefilegt að þetta er ekki að virka. Það virka á þann. Já. En já, þeir þurfa bara eitthvað aðeins að slípa sig saman í teamplayinu, held ég, sko.
En þú veist, flottur Já, leikur hjá alveg satt. TDE sko, bara eitthvað, þú veist, frekar cookie cutter svona þannig, bara Smokey Curry, Já, endar þú veist. 64 18. Ekki eins og þetta hafi verið eitthvað þarna, hvað ég segja, ekki eins og þetta hafi verið bara cakewalk fyrir TDE, þú Nei, alls ekki sko. voru alveg með fínt lane þannig séð í C3XL Einmitt. og einmitt upp á svona þessu early mid-game þá var þetta alveg fínt en Einmitt, svo þeir hljómar voru, eins og þessin biluð er þetta plata, einhvern veginn, bara- já, nokkulega, þeir implóta þessi turnar, please takið turna. Já, við erum náttúrulega komið, ég er vortbann líka á þetta orð, sko, þannig að við erum víst fjötrum bundnir svona í hvað við erum tala um, sko, en þú veist, þeir eru einhvern veginn að jafna á, basically, þú veist, þeir eru að koma even úr einhvern veginn svona leininum þannig, en svo bara er svo ógeðslega mikil munur á hvernig liðin executa. Nei, sjá þetta building damage. Það er vant að horfa á þetta. Bara ef þeir farið yfir eitthvað, bara 28. please horfið á þetta. Please. Við erum að tala um að Nakata var með 10 sér meira building damage heldur en allir í CTXL. Ég finn eini. Þetta Bara, ok. Þetta Bara segir næsta draft næsta draft hjá C3XL var bara að vera, þú veist, Jakiro, Pugna, Beastmaster, Lone Druid og Lycan. Já, bara please. Dýragarinn, Veist. let's go dýragarinn. Það þarf að æfa Einmitt. dýragarinn, sko. Það þarf að vinna í þessu fundamental, sko. Já. En ég meina, þú veist, hei, að minnst hvað sem er dýragarinn, þá ertu ekki að pæla jafn mikið í einhverju cooldowns. Það er rétt. Allt svona tiltölulega lág cooldown. Þú veist, bara, já. Það ætla að vera að fleima þess. Alveg mellum í þetta sinni. Það er að Beastmaster spila það. Ég veit ekki hvort ég legg í það, sko. Við getum sagt að Beastmaster gameplay getur verið ansið mikið bara A-klikka niður lane, sko. Og þá actually gera stundu bara góði hluti, sko. Þú bara svona ítir á okkar lane, eitthvað, bara attack með öllum creepunum. Svo bara ertu að gera ekki mikið impact af því að gæðinu þurfa að responda við og þú getur tanki og ert að fá ekki mikið farm, þú veist. Það er cool dot, sko. Svo bara ítir á R á einhvern og, þú veist, select all units, A-klikk. Einmitt. Þú veist, þetta er ekki flókin hetja, að mínu mati. Alls ekki. 2 bor, náttúrulega. Rosalegt. En heyrðu, Já. ég held að við fyrir að kalla þetta, hérna, þetta var alltaf mjög skemmtilegt, skemmtileg útsetning. Já, það var mjög gaman að fá að hlusta á þig. Vera svona passionate hvernig að spila Dota. Já, ég vona bara, ég verð ekki kikkaður úr groupchatinu hérna, með C3XL groupchatinu eftir þetta, en sjáum hvort að... Bara vonast þetta því að enginn af þeim er að fylgjast með og enginn hafi sagt þeim frá þessu. Já, vonum bara enginn horfi á þetta stream eftir á, þú veist, ég meina, en enni maður eitthvað að horfa á streami þegar maður tapar, maður vil bara gleyma leiknum hvað sem er, sko. Það er enda alveg satt. Hérna, já, þá ætlum ég bara að segja kæra þakkir, kæru landsmenn fyrir áhorfið, og takk að fyrir að kasta með mér, gaman að fá þið aftur. Já, takk fyrir það, bara gaman að kasta aftur. Já, vonast til að fá þig eitthvað aðeins meira í þessar lýsingar með mér. Aldrei að vita ef að hendin er áfram svona. Já, segðu. Það er bara svona verst er að allir leikir er einhvern veginn alltaf á sama tíma, þú veist, eins og núna voru alveg 3 leikir basically á sama tíma. Þessi sunnudagar náttúrulega í litludeildinni eru rosalegir, sko. Það er bara afrek að við höfum náð að vera með beina útsendingu á þessu öllu, sko. En hérna, já, 30 leikmenn í official á sama tíma. Flott. En allavega, takk fyrir árið og við sjáumst bara allavega eitthvað í vikunni með litludeildina býstu við. Við erum býð eftir einni seríu sem er á morgun og svo held ég getum keyrt beint í round, er ekki 3 eða 4? Þetta var round 4 held ég held að þetta sé round 3. Þetta er round 3 nákvæmlega. Já. Round 4, bara búndi beint á morgun eða þriðdaginn eða eitthvað. Þannig að GG's, takk fyrir áhugið og sjáum síðar. Bless.